Jæja, þá freisting.is komin í flugstöð Leifs Eiríkssonar og hér var verið að opna nýjan veitingastað og við komum á stúfana og fórum á stúfana til að athuga hvað var í gangi og hittum fyrir Sæma. Blessaður. Sælir, velkominir. Til hamingju. Takk fyrir það. Þetta búið að vera smá pakki að koma þessi í gang. Þetta búið að vera, eins og Siggi lýsti áðan, það var þetta verulega góð meðganga, góð tveggja fíla. Já. Sem búið að taka 2 ár. Ok. Þið ætlaði að vera með fjölbreytta mat hérna og létta veitingar? Við verðum með mjög flotta línu í brotnaspökum sem við kallum, eða brotna sem við take-away lína hjá okkur. Og svo erum við sjávarta platta eða diska hérna sem verður líka mjög breið. Bæði síld og gröfnum og svona klassísku skandinavísku mat og brotnaspakkarnir eru svona hlutaði með svona skandinavísk lína sem við erum að fara að keyra í. Talandi um þess að brotnámsbakka, ég sé að þeir eru hérna í kælunum við hliðina á okkur, ef við ekki að kíkja aðeins á það? Já. Þetta það sem við erum að tala um? Hérna, sem þessi bakki hérna eru við með svona skandinavísk bakka sem köllum. Það eru kjúklingur hérna sem marineraður dilli, sítrúnu og hunangi sem svona fyrirfinnst í Skandinavíu. Lífrænt kartöflusalat og svo dressing með því, þannig að þetta svona ein af þessu Skandinavíu línu og svo erum við með aðra hérna sem mildreyktur lax, byggsalat, brokkoli. Þannig að þetta svona við mjög stoltir að presentera þetta hérna og svo erum við fyrir grænmetisætur náttúrulega, eða fólk sem í þeirri línu, þá erum við með gulrótarbökurnar hérna. Það eru heimatökjunni ykkur? Já, við höfum að geta þetta og svo nýjasta lína sem hérna fyrir þá sem eru hérna svona aðeins meiri svona sökkarar sko. Já, þá samt ekki sökkarar vegna þetta heilsulína. Já. Það hérna bara naut. Það nautið? Prótínbomba, hrísgrjónanúlur undir, og hérna svo brokkoli, góð sinnumsósa. Þetta allt innan marka. Ok. Þetta hægt að taka með sér? Taka með sér og eða borða á staðnum. Hvernig svo við vitur á það? Já. Og svo verðið þið með létta veitingar, öl og léttvín? Þetta Health, Seafood and Wine Bar þetta svona á enskunni, eða heilsulína, sjávarréttir og svo vínbar. Ok. Svona léttvínsbar. Hvað mörg sæti hjá okkur? Við erum með 50 sæti. Ok. Og svo náttúrulega erum við með alla flugstöðuna. Já. Þannig að þetta er svona sem allir geta nýtt þannig eins og þau vilja. Þannig að við erum svona, þetta er að skríða saman hjá okkur. Já. Þetta lítur vel út. Við skulum aðtók hvort við náum tali af Sigga Hall. Hann á að vera hérna einhverstaðar, ég ætla að sé ekki að mingla við hinna gestina. Kíkjum á það. Takk fyrir. Jæja, þá ég búinn að góma Sigga Hall af. Siggi, til hamingju með staðinn. Takk að hjálpa fyrir, mæti mín. Þetta búið að taka svolítið á? Já, þetta náttúrulega svo sem ekkert endilega búið að taka mikið á sem slíkt. Við erum náttúrulega búin að vera, þetta búið að taka langa tíma, sko. Að vera að búa til, búin að lenda náttúrulega í ýmsu. Það tók langa tíma að gera samninginn. Síðan lendum við í náttúrulega kemur bankakreppan og þá hrundi allt og þá settum við þetta á pásu og erum búin að bíða þá til að tókum hlé í nokkra mánuði og núna erum við konur á fullt. Já, það búið að opna. Sæmi var að sýna mér príbaklínuna. Já. Lítur vel út. Hún mjög fín, mjög fín. Við vorum að smaka þetta á þetta. Þetta heitir brotnámsbakkar. Brotnámsbakkar, já. Brotnámsbakki. Veitingastæðurinn verður opinn hvenær? Já, hann þetta opið bara svona í þess að fylgir þess á traffík á flugvöllum sem aðalega eldsnemamónana og svo á eftirmiddaginn og svo alltaf svona út allan daginn en svona eftir klokkan 5, svona 5:30 þá eiginlega allar vélar farnar. Það kannski ein og ein vél sem að koma á miðnætti. Ég veit ekki hvort sé einhver að fara þannig hvort sé einhver aukavélar. Þannig að það fylgir þessum opnunartíma og þetta sko aðalálagi morgnanir og kvöldin og við svona þannig að við byggjum þetta upp á því að vera hérna með sko þess vegna þetta heitir sko Health,
seafood wine-bar, það er alltaf á ensku á flugstöðinni, optical studio og svona, og þannig að þetta sko, og þannig að svona fyrirpart dags þá verður þessi heilsulína svona í háaugum höfð svona, og leggjum áherslu á hana. Þannig að það verður svona heilbrigður morgumatur og slíkt. Morgumatur og svona, og svo svona þegar komum upp á hátinu þá fara nú þessir, erum búin að sjá það, að þessir farþegar og flugvallargestir, þeir eru nú allir þá komnir bara í bjórin sko. Og það er alveg ótrúlega margir konur í bjóri hérna elstum á mótnana klukkan 5. Bjórinn er tímalaus í leifstöðinni? Hann tímalaus í leifstöðinni sko, þannig að það er nú ágætt, en það er nú aðalega flestir eru nú bara í góðu bara fínu morgumat og eru að drífa sig sko. Svona stoltið merkjari sko, svona að vera á sko flugstöð, að hér er svo hraðið svo sérstakur, þó að farþegar að gestir hafi kannski einhver tíma sem fari í vélina, þá eru þeir alltaf sko, það má ekki taka tíma. Hálf mínúta í afgreiðslu getur verið mjög langur tími og gert einhver gest bara taugapilla og hann þarf bara að drífa sig út af hliði eða sko, þú veist, en það má ekki taka tíma. Það snýst allt að hafa hraða í afgreiðslu. Tilbúinu matur og... Já, hann þarf að vera vel tilbúin. Við náttúrulega erum ekki með neitt, þetta er sko allt afurðir sem eru sko gerðar fyrir utan þennan stað, og allir maturinn gerur það, og kemur það sko, og sjávarréttinir eru kældarafurðir næstu í eingöngu og verða svona þessar norræn kældarafurðir, síldaréttir og laxaréttinir og svona þessi gröfnu fiskar og ýmislegt í þeim dúr og meira, og svo náttúrulega þó þetta heitir Nord, þá erum við með sushi sem náttúrulega orðið alþjóðlegt, þannig skiptir ekki máli, og þannig að þetta verður svona sjávarréttir sko, og svo verður við komið til með að vera með eitthvað úr kjöti líka til að bæta það upp, og þá er það helst hrásenga og verður með sko, svona andalifur eða foie gras eitthvað í þeim dúr sko, svona rétti, og svo náttúrulega ekki mjög mikil áherslu líka á vínbarinn, og úrvalaði vína, hér á að vera mikið og gott úrval af víni, gott að fá sér vín, hraða afgreiðslu á bjórnum og vinnu, og þú átt að geta fengið sko færðir valið úr góðum hvítvínstegundum, góðu skampavíni, glösum og rauðvíni sko, þannig að það sé svona vönduð gæði í því. Það er svona, allt þetta er það sem við ætlum að gera og erum að búa til sko. Ok, mér líst vel á þetta, þetta lítur vel út. Já, þetta er fínt sko, þetta er náttúrulega, þú veist, við erum að búa þetta til, þannig að við Sæmunum erum búin að vera í sko mörg ár að vinna saman, langt yfir 20 ár, og svona kannski búin að kynna þessu veitingabrans á öllum hliðum, en þetta hefur sko, það er ekkert módel fyrir þessu sem við erum að gera núna, við erum eiginlega að finna þetta upp sko. Finna tempóið og finna taktinn. Já. og prófa þess aðfram. Já, við gerum það vel. Það eru gangið vel. Það er að bóla. Ég er búinn, ég ætla að fá mér meira. Fá mér meira. Ég kann það. Já, takk.